Ef þið sjáu svona bíl út á þjóðvegum að þá þessi bíl sennilega í gráu eða silfri eða svörtu eða einhverjum svona drappleiðilegum lit sem að enginn tekur eftir. Og það ekki ástæðulausu. Út í að það fólk sem að kaupir þennan bíl, það vill vanalega ekkert æpa yfir því að þið eigi pening til að kaupa þennan bíl. Það eitthvað svona, hvað mun nágranninn halda eða hvað mun pabbi halda eða bla bla bla. Hverjum ekki drull. Þú skalt ekki halda að þú sért eitthvað, þú skalt ekki ímynda þér að þú sért betri en við, þú skalt ekki halda að þú sért okkur fremri, þú skalt ekki halda að þú getur eitthvað. Þetta var hluti af jentilögunum. Jentilögun hugtak sem að einhver danskur vitleysingur fann upp á fyrir mörgum áratugum síðan. Þetta í rauninni svona til að setja alla á sama borð svo að nágranninn verði ekki abbó út í það að þú flottara eða betra hús eða betri bíl. Fyrir mitt leyti að hljómar þetta svona pínu eins og kommunismi fyrir byrjandur. Þessi bíl með 7 ökumannsstillingar. Ein af þeim off-road-stilling. Þegar maður setur á off-road-stillinguna þá hækkar bíllinn sig aðeins af því að hann á loftpúðafjöðrum. Þannig ég hugsaði með mér, hægt að fara með rúmlega 2 tonna rafmagnsbíl og 21 tommu felgum utan vega? Svo þetta líka Audi Q8 Quattro. Ber hann Quattro merki með sóma? Já, ég myndi segja það. Hann þið allavega ekki til skammar. %99% af þeim sem munu kaupa þennan bíl munu mjög líklega hafa áhuga á því að spila golf. Þess vegna ekki úr vegi að tjekka á því hvernig þessi bíl plummar sig á golfvellinum. Hérna erum við á golfvellinum Glanna og við erum með sett af golfspöðum hérna aftur í skotti. Þar sem að þetta Audi Q8 fastback útgáfan að þá eðli málsins samkvæmt aðeins minna pláss í skottinu. Þar af leiðandi getur verið margir sem í markhópi þessa bíls haft áhyggjur af því að golfsetti passi ekki aftur í. En því fyrir víðs fjarri. Það ekki allir sem vita það en ég óbóðslega lunginn golfspilari. Sumir hafa kallað mig Boris Becker minna kynslóðar. Af minni reynslu að dæma að þá þetta besti árstíminn til að spila golf. Það sól úti og glampandi kuldi. Það gott og hart í vellinum. Það alveg vætal. Það góða við að spila golf í frosti að skoppar boltinn betur. Undirlagið harðara, meira skopp. Þar af leiðandi auðveldara að hitta ofan í þessa holu. It's Cobra time. Halló! Drægni þessa bíls einhverjir 465 km til eða frá, uppgefið af framleiðanda. Bílinn hefur að geyma einhver 340 hestöfl og svo hefur hann einhver 540 Nm að togi. Þessi bíl getur tekið við hraðhleðslu frá 155 kW DC hraðhleðslustöð. Ef að þú ætlar að hlaða hann frá 10% upp í 80%, þá getur þú gert það á einhverjum 30 mínútum til að frá. 0 upp í 100 tíminn á þessum bíl okkur 6 sekúndur og það ekkert svakalegt ef þið að bera saman við einhverja aðra rafmagnsbíla. En ef þið hafið það í huga að þessi bíl vegur svipað og meðalstór pláneta að þá ekkert til að kvarta yfir. Þessi tiltekni Q8 S-Line útgáfan. Það þýðir samt ekki að þetta sé Audi Q8 S-Line. Það eru engin auka hestöfl eða neitt sem að tengist afli og getu. Heldur þýðir S-Line útgáfan í þessu tilviki að bílinn kemur með alls konar öðruvísi spoilerum og dóti en hefðbundna típan kemur með. Hann með svona S-Line sæti og svo eru urmullin allur af S-Line merkjum út allan bíl að innan og utan. Það sem Audi gerir með að setja þessi S-Line merki á bílinn það að þau geta hækkað verðmiðan einhverja 100.000 kalla. Það skiptir í rauninni engu máli út af því að það fólk sem hefur efnið að kaupa þennan bíl á feikinn af 100.000 köllum. Það sennilega svona fólk sem vaknar á morgnana, opnar kampavín og hellir í beint í vaskinn. Góðu fréttirnar eru þær að þessi Audi Q8 liggur ofboðslega vel út á þjóðvegum og fyrir það þetta frábær bíl. Það bara geggjað að keyra á milli landshluta í þessum bíl. Það fer ógeðslega vel mann. Akstursstellingin geggjuð, maður situr nokkuð hátt og horfir vel niður á umferðina. Hann alveg plantar sér við þjóðveginn og maður með góða tengingu við malbyggið frá höndum í stýri og stýri niður í dekk og dekk niður í malbygg. Bílinn þungur og plantaður og út af þessu frábæra Quattro-kerfi sem Audi hefur framleitt núna í fleiri áratugi að þá þetta að henda honum inn í beygjur án þess að þurfa nokkuð að slá af. Margir bílaframleiðendur með einn stóran skjá hérna í miðjunni sem skipta svo upp í alls konar widget. Það sem sniðugt við þennan Q8 það að hann með 2 skjái. Hann með svona efri skjá sem hann notar fyrir útvarp og GPS og allar svona aðrar almennar upplýsingar bílinn sjálfan. En svo ertu með annan skjá hérna fyrir neðan sem eingöngu fyrir miðstöðina og hitastillingar.
Og það sem sérstaklega þægilegt við að hafa þennan skjá hérna niðri það að það svona, ég vil kalla þetta púlspúða út af því að maður geymir púlsinn hérna. Og þegar maður að keyra þá vill maður oft geyma hendina hérna niðri og þá liggur hún hérna rosa fínt til þess að skipta allar stillingar í miðstöðinni. Þessi Audi Q8 Sportback útgáfan. Það þýðir að línunar eru aðeins rúnaðari og þetta í rauninni sedanbíll á stultum. Mér hefur oft þótt svona crossover SUV eða crossover jepplingar sem að eru sedanbílar á stultum vera frekar ljótir og tilgangslausir. BMW byrjaði á þessum ófögnuði fyrir einhverjum 2 áratugum og var útkoman alveg skelfileg. Ég verð samt að segja að Audi gjörsamlega búið að negla það þegar kemur að því að búa til fallega svona crossover SUV jepplinga. Þessi bíll hannaður þannig að hann lítur ekkert kjánanlega út þótt hann sé í rauninni bara upphækkaður sedanbíll. Hann lítur út eins og hann sé framleiddur með það í huga að vera svona crossover SUV jepplingur. Eina ástæðan fyrir því að svona crossover SUV jepplingar hafa farið í taugarnar á mér sú að ég hef aldrei nákvæmlega vitað hvaða tilgangi þeir þjóna. Þeir eru með minna skott en bara venjulegur jepplingur. Þeir eru jú aðeins hærri en sedanbílar en geta þeir farið eitthvað utan vegar? Geta þeir gert eitthvað off-road dæmi?